Hvað PIN-númerið? Það var sem... Það kemur eftir. Já, velkomin til... Það annað PIN-númer í næsta leik. Já, það annað á næsta leik. Við vorum bara að taka æfingu. Þannig að allir myndi sjá hvernig það virkar. Herri, allavega. Já, Gunnar kom með þessa skemmtilega hugmynd að hafa þessa spurningakeppni sem ég tók bara sjálfsögðu vel í. Og gaman að hafa ykkur með okkur. Nú, það var hugmyndin líka að kíkja svona á nokkra skákir og brotum skákum frá Friðrik. Og ég ætla að byrja að kíkja hérna á tvær skákir. Ég ætla að deila skjánum hérna. Og ég ætla að taka hérna tvær skákir. Mér fannst það svolítið skemmtilegt hérna. Já, tölvuforritinn er orðin svolítið allsráðandi í dag. Og margir kannast við það að lendi í einhverjum svindlurum. Þetta er ekki, við gömum aftur hérna. Og á chess.com það var ákveðið svona kerfi sem heitir CAPS sem að metur svona í raun styrkleika skákanna. Og það er gaman að sjá skorið sem Friðrik fær fyrir þessar tvær skákir hérna. Og þær eru samt svona mjög ólíkar. Ég ætla að byrja á þessari hérna. Það byrjum við, ég held ég verið með hérna. Það er slagna á hjá mér. Það sem var ekki með save analysis. Já, datt út af mér svona alltaf leið. Ok, þessi skák var þetta telt 1978 á móti Bent Larsen. Og Larsen telti hérna algengingsvörn. Fyrstu leikinni voru svona allir samkvæmt bókinni. Það er 6, þetta er 3 og G6. C4, þetta er B6. Þetta er allt meira minna samkvæmt bókinni og hér til að mynda taldi Spassky á móti Fischer og taldi svona frekar ekki alveg nógu hvasst, en Friðrik leikur hérna hvassasta leiknum leikur þetta G5. Það var D5 hjá Larsen, stuttrókun og þetta C6. Það er raun samkvæmt þegar ég fór yfir þetta með apparatinu, þá er þetta allt bók hérna og hér byrjar leikinni sem að hún fyrir að eiginlega einhvern og stuttrókun, það er besta leikurinn. Og það er nánast, þessi skák er nánast bara fullkomið samkvæmt tölvunni. C3, tölvan sé besta leikurinn. Hvítur styrkir bara miðborðið og gefur biskupnum svona frekari færi hérna. Biskup F5. Og hérna leik Friðrik mjög hvassuleik G4. Þetta var eini leikur sem var ekki alveg kannski svona toppleikurinn hjá tölvunni en samt svona með besta leikurinn. Það drepi hérna og þá kom millileikur hjá Friðrik, dróning finnur 3. Setur hérna á F7 og Larsen er óhrættur og hann hrókar bara ofan í þetta. Og það má eiginlega segja, já, svarta staðan er í raun algjörlega skelfileg eftir þetta. Dróning G7, biskup C2. Enn á ný besti leikurinn, biskup er náttúrulega mjög skárri hérna. Hættuleg færi á kóngsvæng. Og kemur upp fyrir það sem mikilvægast er að svartur vill leika F6 til að losa stöðuna. En hann getur það ekki, þá náttúrulega einfaldlega bara drepið hérna hálf 7. Kóngur drepur, ekki hægt að bera fyrir út af biskupnum. Biskup G6, svartur bara mát. Þannig að riddari D8, dróning H3 hóttamátinu, H6 og hérna kröftugur leikur. Og þetta er einn af toppleikjunum hjá Stockfish 12 í dag, það er F4. Eins og allir leikir í skákinni, þá drepur G5, F5. Og svarta staðan er svo skelfileg að ótrúlega satt og þá er leikurinn sem Larsen leik nummer 1 í tölvuforritunum, það er leikar riddari E6. Og hér er ýmsir góðir möguleikar, þetta er eins og sjáu hérna á hliðinni. Þessi bar hérna.
Þetta er kólunni tafla hvítan og tölvuvelli, þetta er góð leikur en hvítur getur í rauninni, þarf í rauninni ekki að drepa riddara strax, en hann gerði það samt, að drapa hérna. Og enn á ný þá var engin leið til að losa stöðuna, það er einfaldlega bara að drepa hér þá og mát hér. Þannig að Lasse reynir á mótspil, C5, ungur HR. Og þetta er enn á ný bestu leikurinn á tölvunni og hugmyndin er bara að losa þennan reit fyrir hrók. Það kemur í ljósi framhaldinu okkur að við það. Hrókur C8, biskup F5, forna manni. Hvítur er algjörlega að spóla sig í gegn hérna. C6, hrókur G, feitur sem að losa á hann. Dróning C2, út af skákinni, þannig áður en hann fyrir í loka ára sinna, hrókur B til E1. Og þetta bara leika hér, það var lítið hægt að gera. Þetta kongur F8, kom F6, gefinn. Algjör slátrun, bara eitt hérna, líklega eitt versta tap Lasse bara á ferlinum. Og ef við Þegar nýtir að tefla það þessi skáka telt, sko. Maður bara horfði á þetta. Ingvar Ásmundsson hætti til þetta, skýrði þetta í RÚV og þetta var bara alveg eplískt starfsmanni. Já. Herðu, og skýrslan 99,2 hjá Friðrik. Ef maður segir svona, ef maður sér svona í hraðskákum í dag, þá er það yfirleitt bara svindlari, sko. Hann er svona í einstaka skák. Þannig að það segir sitt að hérna, að ná þessu skori. Svo var ég með aðra skák sem var svona meira svona stöðuleg, að það var eiginlega svona sama að skorið þar var algjörlega fagnað. Það var Friðrik á móti Wolfgang Unsiker 1970. Og þessi skák svona meira, það er alltaf gaman að svona glanspartíum eins og hann á móti Lassen. Ég hef oft meira gaman að svona skákum. Svona stöðulegu. Ég tefla hérna semitarras, það sem var sagtur. Það er algengara að drepa hérna á D5 með peðinu. Þetta er svona, hefur náð, já, ágætis vinsældum svona undanfarin ár. Svartur teflir þetta. Það er náttúrulega bara verið traustur og ná jafnteflinu. Biskup B4, þetta er allt þekkt á samkvæmt bókinni. Biskup C4, riddari D7, stuttrókun B6, riddari hefði líka getað að fara á C6, þetta er svona tvær algengustu leiðirnar. Og þetta er allt þekkt í þessu stöðu, þá setur hvítur þungum menn á uppbarið. D, F1. Og hérna svona erum við það að ljúka teóríu. Þetta er svo sem allt sést áður. En eina af svona, já, þekktustu leiðinum að hvítt, það er að reyna að ýta þessi peð áfram og fá frí peð. Og þessi skák er eiginlega alveg svona skólabókardæmi hvernig það hefnast. Og Unsiker ætlar að reyna að fjarma þessi peði. Og nú erum meira að meina, já, D5 var besti leikurinn í tölvunni, drepið, þetta er besti leikurinn í tölvunni, biskup D5. Þetta er besti leikurinn í tölvunni, að valda peðið. Dróning D4. Og eini leikurinn núna í miðtaflu sem er ekki bestur í tölvunni, að það er núna þegar Friðrik endurtekur stöðuna. Leikurinn dróning F4, sem er ekki bestur leikurinn. En hérna er Friðrik náttúrulega bara, menn gera oft svona með betra. Það eru svona stríði aðstæðingnum, svona sá hvað hann gerir. Og þetta er eiginlega eini leikurinn í miðtaflu sem er ekki, það sem er tölvunni bara flott hjá þér, besti leikurinn. Núna, ok, þetta er hann að stríðunum, leikurinn er hrókur E5. Svo sem fátum fína drætti. Svartur ákveður að reyna svona fá allavega veikingu í hvítu peðastöðuna. En þessi skiptir mestu máli, það er bara þetta peð hérna D6. Rauðskipti. Og ennþá er þetta er allt besti leikinn hjá hvít samkvæmt tölvunni. Og það fyrst núna sem tölvan hefði viljað leika D7. Hvítur þarf í rauninni ekki að leika biskup A4, en samt fínn leikur. Þú getur leikið D7 af því það má ekki drepa af því þá leikur biskup A4 og vinnur manni. Dróning A5. Aftur rauðu bestu leikinnir. Endur tökum hann einu sinni. Svo kemur biskupinn inn. Og svo aftur er eiginlega alveg límdur niður. Hann getur eiginlega ekki treytt sig.
Drottningin kemst ekki út, þá hrókurinn ofan í. Erfitt fyrir riddarinn að fara frá þá getur lent í vandræðum, jafnvel einhverjir svona leikir í einhverjum stöðum. Þannig að Svartur getur ekkert gert með að bíða. Þetta var í 33. leik. Og það sem Friðrik gerir núna er náttúrulega það sem á að gera, hann svona bara tekur sér tíma til að ná 40. leik og þá er þetta skákin í bið. Í dag þá verður maður kannski meira að ná tímamörkunum líka og fá auka tíma, þannig að það er sýnt að vera ekkert að flýta sér. Samt er þetta A4 var besta leikurinn og það fyrst núna sem tölvan setur út á eitthvað H3, en þetta er náttúrulega bara biðleikur. Hér setur tölvan H4 besta leikurinn, setur út á þennan og þetta er bara biðleikur. Ná 40. leikurinn og ég held að hér hafi skákin farið í bið og eftirleikur auðveldur að Hvíti fann vinningsplanið, það voru áfram með peðin, Finnur 4, kóngur G8, H5, kóngur H8, Drottning 1 5 og setur henni upp lokafléttuna sem vantarlega flestir hafa séð, einhverjar uppástokkur. Ekki allir í einu. Já, svona fyrir utan að stendur hérna, þannig að hrókurinn bara F6. Og svona, já, klára skákina skemmtilega. Ef hann drifur á E5, þá kemur mjög skemmtilegt begla á Svartan. Kóngurinn kemst hvergi, hann kemst ekki hér, hann kemst ekki út hér, kemst ekki hér. Hann er bara fastur inni hérna. Hrókurinn getur ekkert farið út á peðinu. Þannig að vinningsplanið er mjög einfalt að kóngurinn labba bara í rólegheitum hérna og vinnur skákina. En hann drap á F6, en hann duði skammt, drepið, kom sem hann tilbaka og Úlfsvík gafst upp. Friðrik leikur bara hérna. Hann er 6 og svo mót á G7. Og fyrir þessa þá fikk hann 98,9. Mér var skemmtilega, já, hvernig kappskórið var bæði í svona sóknarskák og svo meira svona skáka sem telt var upp á svona stöðulega yfirbrið. Við sjáum hérna í tölfræðinni best move á 29. 29 besti og 4 góðir og það var yfirleitt þegar hann var að endurtaka stöðuna eða leika einhverju biðleikjum. Ég held að það sem er kallað inaccuracy, ég held að það hafi komið í Drottning F4 og kóngur G. Þannig að báðir þessar skákir samkvæmt nútíma forritinu bara nánast svona eins fullkomnar og hægt er að búast við. Við erum orðin eitthvað aðeins fleiri hérna. Ég að kíkja örstutt á nokkur tók saman nokkra fléttur líka hérna. Já, við munum öll eftir í hvernig Friðrik fór illa með Robert Veit í þessari bók sem flestir kannast við. Hér er önnur skákur Veit og Veit lék Finnur 2 til Finnur 3. Og ég spyr hverju leik Friðrik núna, mér finnst það skemmtileg flétta. Síðasta leikur Svartur riddari B4, sett á peði og Hvítu valdaði hérna. Einhverjar uppástokkur? Takk á A5 eða? Já, hann tók á A5. Og staðan hrínur algjörlega. Ef hann dreifir tilbaka, þá dreifir á B3. Og hann dreifir á C5. Já, tók ég ekki með í. Jú, hann dreifir á C5. En eftir flækjurnar, hringaði leikir hérna, dreifir á E2.
fellur einfallega riddari hérna Friðrik með stóti vinni. Já, ég heldur að hann bara gefið hérna eftir nokkra leiki. Bara segjum þetta bara gott. Robert Veit, hann fór ekki vel. Fór ekki vel í hann gegn Friðrik. Og fyndi þegar ég var að leita hérna að þessari stöðu, þá leitaði ég hérna í gagnagrunninum, þá leitaði ég þessum tveim riddurum. Og þá fyrir algjöra tilviljun þá fann ég hérna skák á móti Ullmann. Það sem var með sömu riddara. Það var að leika hérna, riddari var að koma hérna inn fyrir nokkrum leikjum og Ullmann lék hérna riddari B5. Mér var skemmtilegt í þessu skák hvernig svona Friðrik saminnar svona tæknilegar lausnir, nota taktík og er svo góður í tækninni líka í kjölferð í endatafli. Þannig að hérna setur Ullmann á drottninguna, hótar líka að leika hérna riddari C7 og gaflan. Þannig að eitthvað þarf að gera. Það eru 2 leikir sem koma til greina. Annar er drottning F2 sem að Friðrik líka ekki. Hver er hinn leikurinn? Riddari E5 eða eitthvað? Já, riddari E5. Taktískur GB. Taktískur GB. Taktískur. Og hugmyndin náttúrulega ef að drepi hann með skák og það var Ronny hérna. Þannig að Veit drap hérna, með fyrir ekki Ullmann segi ég. Skulum ekki vera að trufla Veit meira. Það var gott í honum. Drepa á F3 og ef drepa með riddara þá var Ronny á E2. Þannig að hann drap hérna biskup. Og svartur stendur alveg, þetta er ekkert búið, þetta er alveg þá staða, en svartur stendur aðeins betur. Og framhaldið var heldur flott hérna. Hann fer fyrst í kaupin hérna, tekur svo eðlínuna. Hvítur hefur ekki tíma til að fara hér. Leikurinn er komið G2. Delt D3. Svo finnur einn. Hérna skiptar hann upp. Það var hún í F4. Það var ótrúlega hvað þetta gerist fljótt. Ok, hann þarf að valda F4, leikur biskup D1. Þá kemur F6. Hvítur getur lítið gert. Reynir svona að laga peðustunum á drottningavæng. Þá kemur G5. Og það er náttúrulega bara að drepa það, fá hann að reit, þannig að hvítur verður eiginlega að drepa. Þá hótar hann að skáka hér og taka peðið, þannig að hann valdar það. Og þá kemur bara svona einföld skipting í hérna peðstunum sem er kólunnið. Drepar F3. Kóngurinn er langt í björtu og hann bara lappar hérna inn og tekur peðið. Þannig að svona taktísk lausn og svo bara endatafsúrvinnsla eiginlega 0-1 sko. Mér finnst eiginlega magna hvað þetta gerist hratt þarna. Það er svo að enda þetta hérna á, flestir kannast nú við þessa stöðu. Það er bara svona smá getur að fyrir menn áður en að við byrjum spurningakefnina. Gunnar má ekki svara og varst nú með þetta í fréttablaðinu fyrir ekkert allt og lengur. Skák deginum fyrir held ég. Það var eitthvað að segja eitthvað, drottning G. Drottning G2 skák. Já, fyrir ekki, ég gleymdi að leika hérna drottning G, en hann leika hérna drottning G2. Og gefið, þar sem að rittarinn gefur bara inn og getur ekki bjargað sér inn í borðinu út af Arabíumótinu, svo kallega skákumót. En herru, já, ef ekki að vinda okkur í kennina bara. Það skulum fá þetta upp hérna.
Kahoot. Kahoot. Herri, já, það einhverja nýjir, einhverja spurningar hvernig maður með? Við þurfum að ná í appið sem heitir Kahoot, sama á hérna, K-A-H-O-O-T. Það fara hérna í Play. Þá ættu að fá ID. Getur sem sagt. Ég þurfti ekkert að downloada appin áðan. Ég bara fór inn á síðuna. Er það ekki alveg nóg? Fara alveg nóg, og gast verið með það ekki? Jú. Ok. Þetta var nú ekki að líka hlaðast, reyna aftur bara. Ég var heillengi að hlaðast inn á Kahoot. Ef þið notið vefsíðuna, hvað veljið þá? Play it online games eða play on games eða hvað hérna? Það á að koma bara. Ég fer inn í. Ég sláði ykkur kvöldust. Já, Kahoot, K.it. Það voru ekki að hlaðast, ég held ekki að sé nú hjá síðunni, það verður allt í besta lagi með neti hérna hjá mér. Kemst ykkur inn á síðuna? Já. Ok. Það bara býður núna bara game pin. Já. Ok, það er þetta inn hérna, ok. Já. Þeir sem er farin á síðuna, kahoot.it, það kemur svona og þið sláið inn pinni sem kemur núna rétt strax. Þannig að það er hægt að spila í gegnum síðuna. Það sem er að trufla okkur hins vegar er þetta dæmi, það er ekki að... Ok, þetta virðist virka núna. Loading game pin, nú ætti að koma á skjáinn pinnúmer. Eða ekki? Það tekur smá tíma. Það er COVID, það getur verið svona 10 smas að spila spurningakeppni núna, þannig að... Getið hitt þetta upp á skáksögufélaginu með hann. Ok, önnur tilraun. Jæja, þannig kom það. Sláið þetta inn, 106, 81, 87. Og þið ráðið hvort þið spilið undir dulnefni eða það heitir bara Gull eða Gummi eins og.
Tartakóður, wow. Vill eitthvað gefa upp? Tartakóður held ég þessi fyrsti stórmestarinn sem Friðrik vann. Allan svo elsti, en það kemur kannski spurningar kemur hún eftir. Já, ég sá eftir sem leiði það þetta. Ég vil ekki vera að segja mikið hérna. Við erum allir konum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og ég býð eftir einhverjum. Einhverju vandræðum? Við látum við vita. Dun, 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 dun. Enginn í vandræðum. Jötum að sem er. Herra, við hafa ekki bara hefja leik. Þú hann kom einhver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Þetta tekur út. Stefán Steingrímur, hvar hann? Hann var hérna áðan, hann er dottin út. Þetta er dottin út, eða það breytir nafninu? Ég með. Hvar þú? Haha. Ég bara hérna einhver á þessum. Ok. Ég bara einhver á þessum. K eða Benni eða eitthvað. Já. Ok, ég ger það fyrir þú bratið sér komnir. Ég verður láta mig vita það nú strax ef það er ekki hægt að bæta eitthvað við eftir að byrja. Þannig að speak now or forever hold your peace. Herru, að hefja líka? Ég er tilbúinn. Allir klárir? Skákdagurinn, þokkalegi spurningaleikurinn og hefst núna. Hvenær er Friðrik Ólafsson fæddur? 27. janúar 1943, 27. janúar 1945, 27. janúar 1947 eða 1. apríl 1940? Alltaf mínúta til að hugsa sig og það klárast þegar allir eru búin að svara. Alltaf þeirri stíði bóðið hérna, þannig bara hratt. 27. janúar 1945 er rétt svar. Og það er Benni sem er fljótastur, vel gert. Kemur á óvart hana, ég held að þetta sé ungi. En ungi Benedikt. Hvað heitir bókinni Friðrik sem tímaritið Skák gaf út árið 1976? Við skákborðið í aldarfjórðung, 50 Friðriksflengingar, aldarfjórðungar á tafli, Friðrik Ólafsson, 50 valda skákir. Skákborðið í aldarfjórðung. Það er einn sem var lent í vandræðum þarna. Flestir með þetta. Og forsetinn tekur fórustuna. Það getur túpað í öðru. Byrjum hérna auðvitað. Hver er fyrsti andstæðingur Friðriks í bókinni við skákborðið í aldarfjórðung? Hermann Pilnig, Jón Böðvarsson, Bjarni Magnússon eða Róbert Veit? 7 svör, menn eru fljótir. Einn að hugsa málið. Það var Bjarni Magg, snemma beygist krókurinn. Gott ef að Veitskákin var ekki nummer 2, ég man það ekki alveg. Hvað ætli gerist núna? Forsetinn heldur fórustunni og feðgarnir koma sterkir hana. Tartakóður í þriðja. Gummi hangir í þessu.
Fjórða spurning. Hvenær töldu Friðrik og Lasse saman í fyrsta skipti? Var það heimsmeistaramót unglinga 51 í Birmingham, Hastings 56, einvígi Norðurlandameistaratitli 56 eða heimsmeistaramót unglinga 53? Það eru fjölda að svara. Það var heimsmeistaramót unglinga 51 og 3 með það. Nú ætti staðan á vantann að breytast. Er forseti með þetta? Nei. Tartakóer er eini sem er... Nei, Gummi K er líka með 4-4. Vel gert af þeim. Í 5. spurningu. Hvern eftirtalda skákmanna teldi Friðrik oftast við? Sem af þessum, hvern teldi hann oftast við? Sabo, Benku, Pilnik eða Úlf Andersson? Hermann Pilnik var rétt svar. Teldi meðal annars 2 einvígi við hann. 7 með það rétt. Ég vek athygli á því að þótt með fá fleiri stig fyrir að svara rétt strax, að þá dregst það ekkert mjög mikið á. Þannig að það er alveg hægt að hugsa sig um. Hvað gerir svona? Tartakóer heldur velli og Gummi í öðru sæti. Feðgarnir í 3. Kíkjum á spurningu 6. Friðrik og Bent Larsen mættust alls 35 sinnum við skákborðið. Hver var loka niðurstaðan? Friðrik, jafnt eða Larsen? Og þetta er sjálfsög kappskákir. Og 6 með það, jafnt var það í að með minni 35 skákum. Skipti þessu bróðlega milli sín. Og hvað gerir svona? Tartakóer er algjörlega á eldi, on fire, eins og það segja æsku. Gummi fast á hælana. Þannig að það er mikið eftir. Friðrik komst á Áskarðardómóti 59 úr Middelsheiðamótinu 58 í Portoroz. Hver af eftirtöldum komst ekki áfram? Var það Gligoric, Bronstein, Benku eða Petrosian? Já, menni vantar á hana. Það var Bronstein sem komst ekki áfram. Það verður spennandi að sjá hvort að Tartakóer sé ennþá á hæðir. Tartakóer er ennþá algjörlega gufusjóðandi þarna. Spurning hvort Guðmundur Fylkir. Guðmundur Fylkir fast á hælans. Ekki má næstu. Hver er Tartakóer? Ég er á forritið. Hvenær tók Friðrik við embætti forseta Fíde? Var það 76, 78, 74 eða 80? Ég hef ekki hugmynd. Það var ekkert þessa leiti. Það var 74, 76, ekki 78. Já, lengi. 16 eftir. Ykkur að hugsa sér vel um. 1978. Vantar að hafa tengslu við ólympísk skákmótið. Þetta er slæm. Flestir með þetta. Þar á meðal Tartakóer. Gaman að sjá hvort þið ná að skáka Tartakóer. Allir neðangreindu skákmenn eiga byrjun eða variant kennda við sitt nafn. Hvert þeirra hefur Friðrik ekki telt við? Var það Tartakóer, Börn, Gropp eða Tæmann? Hann hefur telt við þennan og þennan, ég veit það, sem annarkvæmt smátt velja. Tíu svör.
Ég veit, ef þetta verið hérna viltu vinna milljón, ég veit hvaða svör myndu fara út. Það byrju 50-50. Þú Tartakover vitið þetta svar. Renn út, við erum að fá svar. Já. Það var Henry Bird. Friðrik teldi nefnilega við Henrik Robb. Hinn ættu að vera svona frekar auðvelt að við nefndum þess að Tartakover á hann og þetta er náttúrulega Taminov. Það er enga byrbu að finna á Tartakover. Hvað, Gummi bara líka með skákstjórn á hreinu? Já. Hver er svo eini af þessum sögufrægu meisturum sem Friðrik náði ekki að leggja velli? Það hefur unnið skáka móti öllum nema einum hér. Kosnói, Keres, Keller eða Spassky. Það var Spassky sem að reyndist nærlega. Friðrik sagði því að hann slapp við mig. Já, hann slapp helviskur. Hvað er að gerast? Fawcett is 3 in a row. Fawcett is back in the game, segir hérna. Komin upp fyrir Gummi. Nú klikkaði Gummi. Spurning nummer 11. Friðrik hafði svart hér gegn Tal. Hverju leik Friðrik? Drottning finnur 4, drottning Bjarni 4, Hrókutur er 1-4, að drottning finnur 6. Drottning finnur 4 var það. Skemmtilegt hvernig hann tók tala þarna í borðinu. Það er engin býtur við. Já, Gummi ferðist hann upp. Jú, Tartakover hefur þó eitthvað að klikka hérna. Það er svona aðeins að jafnast. 3 eftir hann í góðum málum. Feðgarnir og Jónas segja alveg síðans. Jónas er að koma sterkur hérna. Hann svara 4 í röð. Þið sjáum lokastöðu í frægri sigurskák Friðriks. Hver gafst upp hér með svörtu? Var það Karpov, Fischer, Tal eða Petrosyan? Sex búin að svara. 7, 8. Níu. 10. Það er ljóst að þeir eru andi heimsmeistari. Eða heimsmeistari. Það er morgun ljóst. Þetta var lokastaðan á móti Karpov 1980. 7 með það rétt. Bara meðal Tartakover. Þá erum við að vera hálfnaðir. 13. spurning. Málverka Friðrik sem hangir upp í skáksambandinu. Hvaða stað er á borðinu? Lokastað gegn Karpov 1980. Gegn Tal 71. Staðan er ólegleg. Eða lokastað gegn Fischer 1958.
Nei, heyrðu. Ég er merkt vitlaust við hérna. Ég held að myndi þessi teiknum fyrir 1980, sko. Þetta er lokastagi af Fischer, sko. Þarna hefði ég gert greiðavinnu. Það eru bara tveir sem hefur rétt hana, en alltaf var vitlaust. Vonandi hefur þetta ekki áhrif á tónum. Ok, þetta er ekki lítil áhrif á tónum, en hérna, ég best forlæts á þessu. Ég var búinn að... Það er staðan ekki ólögleg, eða? Nei, hann situr við hliðina á borðinu. Var þetta ekki Fischer? Þetta var Fischer, jú. Þannig, ok. Ég ætla að þetta stað var ólögleg. Ég hef alltaf hort á þannig. Nei, hann situr við hliðina á borðinu. Þetta er staðan á móti Fischer. Ok, ég veit ekki hvað er gæst hana, en alltaf... Fáum við punktið fyrir þetta, eða? Nei, það er alltaf þessi mötu rétt. Þetta hefur verið mikið áhrif á tónum, þannig að við bara eins og þessi hefur aldrei farið fram. Mín mistök, forláts á því. Förum við næstu, hérna er skjáskot úr þáttunum Queen's Gambit og við hvað skákur stuðst í þessu atriði. Það er Fredrik Tal, Moskva 71, Fredrik Tal, Las Palmas 75, Fredrik Petrosyan í Bled 59 eða Fredrik Tartakover í Hastings 54. Sáust nú bara svona örf á brotu þessar skák. Þetta kom nú fram í blöðunum, þannig að ég veit þetta. Og það er með þess að vísbendingu í þessu skákunum í dag, þannig að þetta er Fredrik Tal, Moskva 71. Minningamótið alleikin. Það er skákin sem að skýrði hérna myndböndunum sem ég sett inn, með þess að á það. Þetta getur nú haft áhrif og forsetinn hefur tekið forystuna. Yey! Stig. Gummi K og Tartakover fylgja fast á hæla forsetans. Jónas og feðgarnir þurfa að gefa í. Það er ennþá nóg eftir. Friðrik og Lassen háðu magnað einvígi Norðurlandameistaratititilinn árið 56 í sjómannaskólanum. Hvernig fór einvígið? 4,5 fyrir Friðrik eða Lassen eða 5-3 fyrir Friðrik eða Lassen? Það var minnsti munur 4,5 fyrir Lassen og 6 með það rétt. Og forsetinn heldur forystunni. Förum í 16. spurningu. Og hvert er algengasta svar Friðriks í gagnagrunum við kóngskveði Hvíts í fyrsta leik? 1-2-4. Þetta er Sikilefur, kóngskveði Karokan eða Tískuvör. C5, E5, C6 eða G6. Það er Sikilefurinn. 5 með það rétt. Og fara með all. Já, allir 3 eftir. Feðgarnir eru að koma sterkir. Gummi með 3 röð. Við erum í 17. spurningu. Við spurðum Hastings 55-56. Eitt besta mót Friðriks. Og var efstur ásamt hverjum? Var það Taimanov, Penrose, Kortsnoj eða Lassen? Já, síðast það þarf að svara Kortsnoj. Það var rétt svar. Það er þarna þessi sögufræga móti. Forsetinn heldur forystunni, Gummi mjög stutt á eftir, hann munar bara hverju fljótur að svara rétt nánast. 18. spurning. Á áskorunarmótinu 59 var tefld fjórföld umferð hjá keppendunum 8. Gegn hverjum er Friðrik best með 2,5 vinning af 4? Var það Petrosyan, Bekku, Gligoric eða Fischer?
Nú er ég bara með hreina ákveðskun. Já. Já, skoða móttöfnum í daginn. Það var Petersen. Nú geti eitthvað gæst á tónum. Kíkjum á það. Já, Bekku. Svo sagði Bekku, ég hef nú giskað á það sjálfur, sko. Gummi með 5 og tekur fórstuna. Gummi með þetta hreinu með þér. Hann ætlar að ná sér í bókina. Förum við 19. spurningu. Til að komast á millisvegarmótið í Portrush 1958 var Friðrik í topp 3 á svæðamóti 57. Hvar fór það fram? Í Scheveningen, Tilburg, Wageningen eða Weichensee? Ætlaði að klára í Hollandi. Það lengi að finna þessa vindmynd. Nei, ég er mjög fljótur að því. Það var Wageningen. Það var ekki Scheveningen. Já, þetta dreifist okkarlega, en Wageningen er rétt svar. Og, já, það var ekki mikið langt á tónum. Gummi er komið með ágætisforystu. Við það ná spurningu í forystu. Og 7 spurningar eftir. Forseti, þú verður að gefa í og Tartakór þarf að taka endarsprett. Staða og einnig að mögnuðustu sóknarskakum Friðriks. Hver þrumuleikurinn á fætur öðrum dund og svörtum? Hver hafði svart? Var það Ingvar Barda, Erik Eliskaes, James Shervin eða Hermann Pilnik? Leikin að hrókutur ykkur F6. Og þá komum því líku. Það er bara öll að horfa það. Það var Erik Eliskaes. 4 með það rétt. 7 sem sögðu Hermann Pilnik. Sem fór í James Shervin. Það var ekki Ingvar Barda. Hver Ingvar Barda? Hver er anskotanum er það? Hver Ingvar Barda? Nei, fór yfirkoma. Það fórst yfirkoma, já. Og hvað söpur hann á því? Hann giskaði á Pilnik, spáði ég. Það getur verið. Það eru 6 eftir. Þetta er spennandi á toppnum. Og það voru topp 3 sem fór bókina, ekki? Jú. Þannig að Jónas og Fækkanir þurfa að keppast um það. Árið 1955 háði stórmeistarinn Hermann Pilnik 6 skáka einvígi við Friðrik á leið sinni á millisvegarmót. Hvernig fór það? 5-1 fyrir Friðrik, 4-2 fyrir Friðrik, 3-3 jafntefli eða 2,5 3,5 fyrir Pilnik. Já, flest yfir að svara með þetta á hreinu. Einn með högsta máli. Það var 5-1 fyrir Friðrik. 4 með 4-2, 1 með jafnteflið og 2 sem fóru í Pilnik. Hann vann ekki skák, það var 2 jafntefli og Friðrik vann heinar. Þetta var alvöru maður, sko. Hörðu, 21 spurning að baki, 22. spurning. Hér er alveg byrjunarleikur Friðriks með hvítu mönnunum. Er það E4, D4, C4 eða riddari 5-3? Það er séri 4, og aðeins 2 með það. Já, ég giskaði 4. Já. Það er kannski svona, maður hefði giskað á það svona, já, sóknarskákunum, en séri 4. Það er ekki kast, þannig að, já, Tartakóin er aðeins að nafta í hælana hana. Það getur verið mjög spennandi í lokin.
Þá spurningu númer 23. Þessi staða kom upp eftir 15 leiks Hvíts í hvaða skák? Björgvin Kristbjörnsson, Pétur Jónsson, skóðan Reykjavíkur 2019. Friðrik Bjarni Magg, Hauðsbóðsskólann Safnarfjörður 1950. Friðrik Ólafsson, Henrik Gropp, Helsinki 52. Eða Vincent Rothus, Friðrik Ólafsson í UV Stimulans 2007. Þetta var telt 2007. Friðrik var glæstaður skák með svörtu á móti hollenskum alþjóðlegum meistara sem að, ja, þetta var mjög frumleg skák, svo ekki sem meira sagt. Hver voru með þetta? Forseti? Ég að minnsta kosti. Þá kemur bara Jónas sem að sækir á. Á smásjens ef maður klikkir login. 3 spurningar eftir. Þetta er spennandi. Það liði 54 ár frá því Friðrik teldi fyrst við þennan skákmann og þar til hann teldi við hann síðast. Er það Óskar Panná, Bent Larsen, Björn Þorsteinsson og Jón Kristinsson? Hér átt við kappskákinn. Það er engin Óskar Panná. Þeir teldu fyrst 53 og svo aftur 2007. Hvar teltu þið 2007? Í sama móti og þarna Já. Rothus. Ég giskaði einhvern Jón Kristinsson en hann teltu að Reykjavík-mótinu hana 2016, en það var greinilega ekki rétt. Já. Herri, já, þetta hafði engin áhrif og þá förum við bara í spurningu númer 25. Hversu oft var Friðrik 4, 6, 8 eða 10 sinnum? Svona væntanlega þegar hann nefndi að vera með, væntanlega að vera auðvelt stundum. Hann var 6 sinnum Íslandsmeistari. Spurning hvað áhrif þetta hefur. Forsetinn heldur velli nánast jafn við Gumma, en Tartakov eru ekki lengur möguleikur sigrinum. Það nú bara spurning, hvor verður fljótari, forsetinn eða Gummi? Eru þið tilbúnir? Það er síðasta spurningin. Það vakti athygli á Reykjavík Open 2013 þegar Friðrik hafði einn besta stórmeistara heims í köðlunum. Hver var það? Caruana, Navarra, Giri eða Eljanov? Það var Davíð Navarra. Gunni með það? Já. Já, Gummi vantilega líka. Bara spurning. Við kíkja lokastöðuna. Við fáum hérna pallinn, 3. seti. 17 og 26 rétt, Tartakov vel gert. Og Gummi í 2. seti. Rétt á eftir forsetanum. Báðir með 19 rétt á 26. Ég ætlaði reyndar að aftaka veluna því ég nú að standa þessari keppni og þannig að svo sem 4. seti fengi þá Já, 4. seti fær bókina. bókina. Við förum í next og við sjáum ég sé hérna full report.
Auk þess var ég ekki með þetta var í staðan á móti Fischer, þannig að ég vann, sko Gummi var með hana rétta, þannig að raun og veru vann Gummi þetta. Já, Það er spurningu. það hefur þá að segja að Gummi sé sigurvegari. Er það ekki Bara að sagt? segja það. Hvað? Það var kunni ekki með hann rétta. Hann var ekki með fyrst í rétta sem ég klikka á. Það skiptir engum máli. Það hún dettur út. Hvort er það? Og svo fjórða seti var svo þarna, sjá þetta eftir hérna. Það er bara ánægð með að fá svo bók. Já, það var Gummi, Tartakover og svo var það ekki Jónas sem var í fjórða, finnst það. Það voru að þekkja allir. Jónas í fjórða seti. Herri, já, þannig að þessi þrír fyrir að gefa sig fram við Gunna, Tartakover og Jónas. En svo fyrir Fær hann Jónas bókina áritaða á honum Friðrik eða? Ég veit ekki, Gunnar verður að svara því. Ég veit ekki hver Jónas er, þannig að meðan hann gefur Nei, ekki hver er þessi Jónas? Jónas. Er allir ekki draga Tartakover? Fyrsta er nú, ég lenti nú í fjórðasætinu, þá ákvað ég að tefla undir nafninu Jónas. Nei, leikundi hér nafninu Jónas. Það varst þú Jónas? Já. Já, ok. En hver er Tartakover? Ég. Hvað sagði ég? Stefán Steingrímur? Já. Já, ok. Þannig að það er Gummi, Stefán Steingrímur og Oddgeir sem að fá bókina. Og við ætlum að draga tvær líka, var það ekki? Rétt, Gunnar? Jú, ætlum að draga tvær. Ok, það skulum bara gera þannig að förum í Þetta er líka random mappi, ég þarf ekki að segja það til. Ég ætla bara að setja bara nöfnin inn hérna. Og það er það Smári. Hvað er hérna? Smári Sig. Gummi Vanja. Tómas Veigar. Það er Stefán Þór. Það spurning hvort ég er að bæta við hérna. Jú, ég ekki að setja hana Bergblötu með. En Friðrik, Gunnar. Friðrik með. Hann lítur að fá bókina. Hann fær bókina beint. Já. Senda heim til sín. Árita vantilega. Fastlega geta fyrir því. Her er 1-8 og þá fyrir bara hérna random. Nei, þetta er ekki það sem ég ætla að gera. Já, 1-8 og íta á hérna generate og það fáum við númer og fengum við ekki 3 bara. Já, blessar. Það er engin annar en Stefán Þór sem að fær bók. Sín getur gott og hinn sem fær bók er númer 7 Adam Ómarsson. Adam Ómarsson. Hvað, er það bara vinningsári að setja sig saman til þigunar, eða hvað? Já, bókin er ekki komin og kemur ekkert fyrir 10. febrúar, þannig að það var bara samband mig á. Já. Hörru, sín getur gott. Já, það náðu allir að svara hérna rétt nema þessu Óskar Panná spurning. En telda við Jón Kristins á 2016? Nei, örugglega ekki, sko. Það var bara eina sem ég datt í hug. Já, einmitt. Það var kannski kvikindslegt að setja hann þarna. Getur það telt eitthvað? Jæja. Herðu, já. Ég giskaði hann að sé 4, en var það á öllum kappskákum, alveg frá því að maður bara krakki?
Þetta var úr gamla grunum og chess games. Það getur náttúrulega vel verið að við bætum öllu við að það sé eitthvað jafnari það. Mér finnst munurinn það mikill að ég ákvað að taka það sannleika. Hvað segir þið? Ok. Herri, já, við bara óskum Unni sem til hamingju og þeir hafa samband við Gunnar og hann hefur samband við þá svona þegar bókin kemur út. Ég ætla að þakka bara fyrir mig. Það var alltaf ekkert fleira frá mér. Nú stoppa hérna.